Já, halló, í dag ætlum við að ræða unglingasmiðjur borgarinnar. Um, meiri hluti borgarstjórnar hefur tilkynnt hagræðingartillögur og það á að láta niðurskurða hnífinn bitna á þjónustu við börn og ungmenni þegar að þessar tillögur eru skoðar til hagræðingar og ein af þeim tillögum sem að var sett fram fyrir fjárhagsáætlun næsta árs sem sagt að leggja niður starfsemi unglingasmiðjana Stígs og Traðar og að það er einhvern veginn að þjónusta ungmennin sem hafi verið að leita þanga með öðrum hætti og borgin sér fram á að við þetta sparist 63 milljónir króna á ársgrundvelli en við ætlum hérna að ræða unglingasmiðjurnar og hlutverk þeirra og svona markmið og hvort að þetta, hvernig þetta muni þá líti út ef við erum ekki með unglingasmiðjur. Við vitum að þar er mjög mikilvæg starfsemi sem fer fram og við ætlum svona að kafa nánar í það í dag og hingað er til mín komin Sigurlaug sem er félagsráðgjafi og hefur svona, fjallað þessi máli gegnum tíðina og starfað í unglingasmiðjum og kannski Sigurlaug ég bara fá að beða þig að kynna þig svona betur. Já, sjálfsagt. Ég er sem þetta félagsráðgjafi á vegum Reykjavíkurborgar en ég hef svona starfað í unglingasmiðjunum frá árinu 2007, þannig að ég rauninni fyrir 15 árum síðan, þá hóf ég þar störf bara sem nemi. Var þá í félagsráðgjafanáminu og svo hef ég verið þar sem þetta í hlutastarfi með í tímavinnu samhliða annarri vinnu. Ég hef átt mjög miklu erfiðleikum með að hætta þar því að þetta er dásamlegasti vinnustæði sem ég veit dásamlegasti hópi sem ég vinnu með og bara, þannig ég er orðlaus eiginlega, ég er svo sem ekki orðlaus en ég ætla að tala heilmikið en ég er miður mín yfir til þessum breytingum og þessum sparnaði tillögum sem eru og vil gera allt mitt til þess að reyna að koma veg fyrir það. Ég gerði líka mastersritgerðina mína þessar smiðjuna sem þetta, tók viðtöl við ungmenni sem hafðu nýtt sér þetta úrræði og skrifaði það. Þannig að ég svona þekki þetta ágætlega, bæði af þá einmitt starfinu þar síðastlegin 15 ár og í sambandi við ritgerðina og það og rannsóknina. Ef við byrjum kannski bara unglingasmiðjur, bara hvað eru þær, hvað er verið að gera inn á unglingasmiðjum, Er þetta bara hús sem er opið fyrir unglinga sem leiðis, getur bara eins útskýrt? Já, ég skal gera það. Þetta er starfsemi sem er fyrir unglinga sem eru 13 til 18 ára. Það eru hópar sem eru fyrir 13 til 16 ára og svo eru við með annan hóp sem er fyrir 16 ára til 18 ára. Þetta er markhópurinn sem unglinga sem eiga það sameiginlegt að búa við félagslega einangrun. Sumir þeirra eru með greiningar, sumir með hegðunarvanda, samskiptavanda, tilfinningar erfiðleika, sumir búa við erfiðar félagslegar aðstæður, eru með lágt sjálfsmat og eða slaka sjálfsmynd og það getur verið svona ýmislegt sem getur verið að trufla þau en það sem er svona sammerkt á milli þeirra allra er þessi félagslega einangrun. Og sumir hafa orðið fyrir einelti eða útskúfaður úr félagahópnum á einhvern hátt eða hvaða ástæð sem það er eða finna sig ekki á meðal félagana, jafningjana, bekkjarfélagana á einhvern hátt. Þannig að upplifa sér svolítið útundan. Þetta er okkar hópur. Það sem við erum að gera er svolítið að hjálpa þeim að líða vel í bara eigin skinni. Við erum að reyna að bæta líðan þeirra, draga úr einangrun þeirra, auka félagsþróskan, styrkja hópkennd og jákvæð samskipti, kenna virðingu og umbyrðarlyndi, efla sjálfstraust, jákvæð sjálfsmynd og auka hæfni í félagslegum samskiptum. Þau eru auðvitað misvel á veg komin með þetta allt saman, sem eru bara afskaplega færin hafa af einhverjum ástæðum orðið eitthvað út undan, en aðrir þurfa svolítið leiðbeiningar. Þannig að við erum svolítið verið að þetta er svona megin markmið okkar og við gerum það bara á ýmsan máta. Við erum ofsalega hrifin af því að prófa nýjar aðstæður, upplifa nýja hluti. Þau náttúrulega mörg hver eru að takast á við kvíða og þú ekki endilega að fara inn í aðrar aðstæður og finnst það erfitt. Þannig að þau kjósa bara að draga sér hlé og gera það ekki. Það er auðveldara að gera það. En við erum svolítið að
hjálpa þeim að mæta þessum áskorunum og prófa og reyna á sig. Eigi samskiptum og þú veist, sumum tekst vel að eignast vin en gengur illa að halda þeim og við erum þá svona svolítið að styðja þau að gera það. Við erum saman sem hópur og við ætlum að vera hérna saman sem hópur, þurfum að geta átt í samskiptum saman og það er ýmislegt sem kemur upp á í þeim samskiptum sem við þá styðjum þau að finna leiðir til þess að leysa úr. Svona, stuttum máli. Takk fyrir þetta. Hvernig er hægt að komast að þarna? Er þetta þá tilvísun frá einhverjum eða er þetta unglingarnir sjálfur sem kalla eftir þessu? Já, sko, einmitt, þetta er tilvísun gegnum ráðgjafa á vegum Reykjavíkurborgar. Oft er þetta sem að fjölskyldan er í þjónustu á miðstöðunum, þjónustumiðstöðunum fyrir af einhverju ástæðu. Stundum kemur þetta upp á nemendaverndarfundum í skólanum. Það eru námsráðgjafar, kennari sem hafa áhyggjur af einhvernum ákveðnum börnum og það eru ráðgjafar sem að sitja þessa fundin, ráðgjafar á miðstöðunum, þjónustumiðstöðunum, sem að koma á fundina og fá upplýsingar þessi börn og gera þá tilvísun í unglingasmiðjuna. Þannig að það er ákveðið ferli, foreldrarnir koma í viðtal, það er teknað niður ákveðnar upplýsingar. Það er alltaf lögð áhersla á það að það er ekkert gert að barnið sjálft, unglingurinn sjálfur vilji þiggja þessu þjónustu og vilji nýta sér þetta. Þetta er ekkert engin þvingun, ekki neitt svoleiðis, en þau vilja þetta yfirleitt. Þau sjá hag sinn í þessu og eru til í þetta. Langflest. Margir auðvitað kannski prófa, sjá nei, þetta er kannski ekki alveg eitthvað fyrir mig eða svoleiðis og kjósa þá að hætta, kannski var þetta bara nóg að taka þetta skref og svoleiðis, en langflest koma og finna sig í þessu. Og hvernig er þá starfsemin? Er þetta nokkri dagar í viku? Er þetta hópaskipt? Er þetta alltaf svona áherslu á hópa sem fara gegnum eitthvað? Já, þetta eru 2 smiðjur, Stígur og Tröð. Önnur Tröður upp í Breiðholti og Stígur er í Miðbæ. Þetta eru 2 hópar á hvorum stað sem að mæta hvorum sig 2 kvöld í viku. Þetta var áður þannig að það var mætti í 3 kvöld í viku og svo var einn útskriftarhópur sem mætti 1 kvöld en núna nokkur ár síðan að þessu var breytt, þannig að það eru 2 kvöld og 2 kvöld, þannig að þetta eru samtals 4 hópar af 13 til 16 ára úlingum sem mæta sikkur 2 kvöld í viku í svona 3-4 tíma í senn. Og svo er eldri hópurinn okkar, 16 til 18 ára hópurinn, hann mætir 1 kvöld í viku. Og þá erum við aðeins seinna, þú veist, þau mæta 7:30. Hinn eru þannig frá 4:30 eitthvað svoleiðis til 7:08 eitthvað svoleiðis. Fer bæði eftir á hverju smiðjunni þeir eru og hvort kvöld, þú veist, mismönd eftir hvort þetta er fyrir hlutavikunar eða seinni hlutavikunar. Þannig að krakkarnir sem eru mánudags- og miðvikudagshópur, það er önnur tímasetning á mánudagi heldur en á miðvikudagi. Svoleiðis. Þannig að þau mæta 2 í viku og eldri hópurinn 1 í viku. Og núna eins og ég lesi smá bút úr þessari tillögu framtíð unglingasmiðjana, þá sem sagt er verið að leggja til að starfsemin leggist af og markhópi úrræðana verði sinnt í samstarfi fagfólks félagsmiðstöðvana og keðjunar sem hluti af Betri borg fyrir börn. Þannig er ýmislegt keðja Betri borg fyrir börn. Þetta er svona ýmislegt sem að borgin er að vinna með sem er kannski ekkert öll meðvitað hvað er. En þannig er það hugmyndin einhvern veginn að það er að vera hægt að mæta þessum úlingum bara þá inni á almennum félagsmiðstöðum borgarinnar. Já, sko, úlingasmiðjuna tilheyra núna keðjunni. Keðjan er svona yfirheitið yfir staður sem að heldur utan þjónustu fyrir börn. Og úlingasmiðjuna tilheyra keðjunni núna. Og einmitt partur af þessu Betri borg fyrir börn var að svolítið sameina og samræma þjónustu fyrir börn sama hvar í Reykjavík þú búa, fyrir ekki eftir hverjum, þannig að öll börn sama innan hvaða hverfis fáð sömu þjónustu. Varðandi með þetta að þau fari í félagsmiðstöðunar, þá hefur það er ekkert ný hugmynd. Það hefur alveg verið rætt oft áður og þessar tillögur komið fram áður.
en eftir umræður og svoleiðis hvort að það sé góð hugmynd, þá hefur það verið stoppað af og ég er alveg með skoðunar á því. Þetta er nefnilega svolítið ósýnilegur hópur hvað varðar félagsmiðstöðunar að því leita að þau einfallega bara mæti ekki þangað. Og ef þau mæti ekki þangað, þá er ekki hægt að þjónusta við þar. Það er alveg svolítið grunnþátturinn í því. Og eins frábærar félagsmiðstöðunar eru og með fullir virðingu fyrir þeim og svona, þá er ekki hægt að hjálpa unglingar sem ekki eru þar. Þau eru ekkert að mæta heim og draga þau á staðinn. Þau eru bara eiga fullt í fangi með þá krakkar sem er að koma þangað og sinna því starfi vel. En þessi krakkar, þessi hópur er ekki að mæta þangað af einhverju ástæðu. Það geta auðvitað verið margskonar ástæður bak við það. Þau geti skort bara einfallega frumkvæði til þess að fara. Þau geti skort áhuga, telja að það sé eitthvað í gangi þannig sem þau ekki sem er ekki fyrir þau. Þau kannski kæra þau séu ekki að vera í hópi bekkjarsystkina sinna. Það sem að þau hafa jafnvel lagt þau í eineltið og útskúfað þeim í fjölda ára. Og það er ekkert að fara að breytast í öðru umhverju, hvort sem það heitir skóli eða félagsmiðstöð. Þannig að ég tel að það sé ekki lausnin, sko, að færa þetta þangað. Markmiðið með smiðjunum er að hjálpa unglingunum að líða betur og styrkja sjálfsmyndina og efla þessa félagsfærni og markmiðið okkar er alveg oft að ná því að þau vilji fara í félagsmiðstöðunar. Þú veist, þegar þau vilja það, þá finnst okkur ákveðin sigur hafa náðst. Það er geggjað þegar þau vilja fara þangað. En þau eru ekki þar í dag. Og það er svolítið það sem við viljum styrkja þau í að geta nýtt sér þetta frístundastarf í sínu nærumhverfi. Það er alveg eitt af okkar markmiðum. Og þess vegna eru einmitt þessar smiðjur svo mikilvægar að því að þar eru þau að hitta jafnaldra sem hafa jafnvel upplifað eitthvað svipað í sínu nærumhverfi. Þau geta deilt þar reynslu, áhugamálum, viðhorfi og fá það svolítið tækifæri til að skapa sína eigin sögu. Og það finnst mér svo mikilvægt að því að þegar þau mæta með hópnum sínum, þessum sem þau eru búin að vera með, þá eru þau svolítið barnið sem að gerði eitthvað af sér þegar það var í 3. bekk eða það gerði eitthvað vandræðalegt í 5. bekk. Það situr alltaf svolítið með þá sögu með sér. En þegar það kemur til okkar, það fær það svolítið autt blað, fær að bara vera svolítið það sjálft án þess að vera með einhverjar forsögu í rauninni og fær svolítið að skapa sína eigin sögu sjálft. Og svo tekur það og yfirfæri það svo aðrar aðstæður með það sjálfstraust sem það fekk. Hvernig er þið að byggja upp starfið í þá unglingasmiðjunum? Það snýst mikið traust og þetta er hópastarf og já, þetta er svona ýmislegt sem fer þarna fram. Er þetta fjölbreytt? Er þetta alltaf eins fyrir alla hópa eða? Nei, hópanir eru mjög fjölbreyttir eftir hvaða einstaklingar eru þar. Við höfum verið með hópa sem hafa verið mjög rólegir og maður þarf svolítið að draga upp úr þeim alla setningar. Við höfum verið mjög lífilega og fjöru og skemmtilega hópa, það sem maður þarf aðeins að tjúna hlutina niður og allt þar á milli. Við höfum prófað að vera með tiljónu með stelpuhópa og strákahópa og alls konar en þetta það er krakkar með alls konar sögu í þessum hópum og það sem er svo fallegt er að þau eru einhvern veginn öll svo tilbúin að sína umburðarlyndi. Þau sjálf hefur oft vantað það og þurfa það fyrir sjálf sig og þau eru svo opin fyrir því að við erum bara alls konar og það má í smiðjunum. Og þú veist, ég er ekki að segja það að það megi ekki annars staðar en þau finna það samt svo þarna. Ég var að lesa að þú skrifar ritgerð, þú gerði rannsókn. Ég gerði rannsókn, já. Eiginlega rannsókn og kom út úr því mastersritgerð sem að einmitt svona dregur fram raddir uppkomina barna eða uppkomina unglinga. Já, þau voru orðin ég tók viðtöl við nokkur ungmenni sem höfðu notað þessi þjónustu áður. Þau voru þegar ég talaði við þau voru á aldrinum 18 til 22 ára og hefðu þá sendt mynda smá fjallað frá því að þau hefðu verið þannig í smiðjunum og gerði svolítið rannsókn á því hvernig þau hefðu upplifað þetta, hvað þetta gerði fyrir þau og
og hvort það væri, með hvað hætti var hægt að bæta þjónustuna. Þú veist, þetta voru svona mínar megin spurningar svolítið, hver var þörfin þeirra fyrir þjónusta, hver var upplifin þeirra, hvernig upplifiðu hérna þjónustuna og hvernig var hægt að bæta hana. Og hérna almennt þá voru þau, þetta var svo yndislegt að taka þessi viðtöl, sko, ég meina þetta er svo sem orðin alveg hérna, 13 ára gömul rannsókn, en hún samt sem áður stendur ennþá fyrir sínu og ég sé það bara ennþá í þessu starfi, það er ekkert sem að úreldist þarna, hvað var það þessa upplifun. Þau eru, þú veist, það er ennþá, markmiðið er það sama, upplifun þeirra, þú veist, og hérna forsaga þeirra er svolítið það sama, þau eru að koma hann inn út af sömu ástæðu, félagslega einangrun og gildin og markmiðin og það sem að þetta er eins og þau eru að hérna svolítið að koma svona sterk og jákvæð út eins og þau voru að gera þeim tíma líka. Og það er svo, þetta var svo dásanlegt að fá að tækifæri til þess að tala við þessa krakka. Þetta styrkti mig svo ennþá frekar í því að þetta væri frábært úr að þeim. Þannig hafði ég starfað í smiðjunum í 2 ár þegar þetta var og hérna, já, þetta var svo yndislegt og það er alveg það sem ég hef bara líka svona persónulega reynslu af að hafa kynst krökkum í gegnum tíðina sem hafa farið í gegnum þetta að það eru svo dásalega sigursögur sem ég geti sagt þér, sko, af krökkunum, sko. Ertu með eitthvað dæmi sem gæti að gefa okkur? Ég séð, sko, breytingar frá því að krakkar voru með að stunda mikinn sjálfskaða. Voru að skera sig, gera sjálfsvígstilraunir og svoleiðis, mikið sjálfskaði og þunglyndi yfir í að hafa bjarta framtíða sín. Ég hef séð breytingar frá vináttuleys og einangrun yfir í þáttöku í félagslífi og það að eiga vinahóp. Ég hef séð breytingar frá óframfærni og að loka sig af yfir því að svara fyrir sig, sína persónuleika, lífsgleði, sjálfstraust. Og það er svo geggjað, þú veist, hérna þegar maður sér krakkana og þau eru farin að vera með kjaft við okkur. Við fögnum svoleiðis. Krakkar sem að þora ekki að svara fyrir sig, hafa bara látið yfir sig ganga og eru farin að vera svona með stæla hálfpartinn. Þetta elska ég. Að sjá í rauninni þessa lífsgleði, sjá þetta sjálfstraust, að brjótast fram og leyfa sér að vera þau sjálf. Þau hafi ekki getað verið þau sjálf hingað til, en núna fá þau og treysta sér til þess að vera það. Af því þau vita það að þau meiga það og þau upplifa sig geta það. Ég heyri þetta stendur mjög nærri þér. Þetta er alveg mitt hjartans mál, sko, það er það alveg. Og hérna, já, og ég get alveg, ég tók alveg hérna nokkur dæmi það sem að krakkanir í rannsókninu minni sögðu, ég get lesið það upp ef það er einhver áhugi fyrir því, sko, ég náttúrulega treysti mér ekki til þess að muna það, en þessar sögur, sko, sem að bara það sem ég hef séð persónulega frá krökkunum og eins og þegar við höfum farið í svona lokaferðir, alltaf svona lokaferð sem þetta í lokvetrar, að við farið í svona ferðir og það hefur verið mismunandi hvort það hefur verið dagsferð eða nokkra dagaferðir, það hefur verið bara svolítið eftir hópunum og fjárhag hverju sinni og að því að áður fyrir þá var oft safnað svolítið, var farið bara í mikla hvað heitir það? Fjáraflanir, já, bara krakkarnir voru að selja klósipapír og alls konar, þetta klassiska, til þess að geta farið í lengri ferðir og það voru svo dásanlega sigursögur út úr svona ferðum að þetta er eiginlega bara, ég myndi telja þessar ferðir bara með mínum bestu stundum, sko. Bara mínum persónlegu, sko. Og faglegu, auðvitað. En bara, við fórum áður fyrir fórum við nokkra daga hestaferðir. Það sem að krakkarnir voru mjög stressuð, ofta að fara á hestbakt, fara að treysta ykkur hesti. Hvað er það? Hvernig ósköpunum var ég fara að gera það? Og eins og ég geti stjórnað ykkur hesti. Yfir því að vera með tauminn, bara ég ræð þér ferðinni og bein í baki, sjálfströstið alveg bara og ég er við stjórnvölinn hér, sjá hvað ég flottar. Þau voru svona eftir ferðina. Við fórum fyrir 2-3 árum og í fyrra reynda líka fórum við í zipline. Það er rosa áskorun.
Það voru sigrast á svakalegu þar, það loftræsla, það bara að taka af skarið, kýla á þetta og eitthvað, það ofbúslega mikið sem að þú getur verið hræddur við þar og þar vorum við með mér krakka, nei, ekki sjans, ég ætla ekki að fara í þetta og getur glemt í, sko, yfir ég bara, ég ætla að prófa þetta og bara, og fór yfir, get ég fara aftur, má ég fara aftur núna? Og bara þetta sem það gaf þeim sko bara, vá, ég gat þetta ég læt ekki óttan minn stoppa mig það svo gefandi að sjá þetta og bara hvernig blikið blikna, þú veist, bara kveiknaði í augunum þeirra að sjá það, bara bókstaflega sjá kvikna á stjörnunni í augunum á þeim, þú veist, það var svo geggjað og þetta hef ég margsinni séð, sko. Þannig að mér finnst þetta afskaplega sorglegt ef að verður að loka þessum smiðjum því að þetta eru krakkar sem að þurfa svo á þessum tækifærum að halda. Alveg svo sannarlega. Börn alltaf bara stödd á misjöfnum stað og úlinga líka og það þarf bara að stundum vera með eitthvað sem að einblínir þá á ákveðna þarfir, ákveðna úlinga og svona manni finnst umræðan í dag dálítið vera sko að við eigum öll að geta fundið okkur stað einhvern veginn innan þá sama úrræðis eða innan félagsmiðstöðar einhvern veginn að vera fyrir okkur öll sem alveg bara falleg hugmyndafræði. Algjörlega. En stundum þarf eitthvað svona afmarkað sem nær þá bara nær til þarfa þeirra sem eru svona. Og auðvitað eiga félagsmiðstöðar og auðvitað eru félagsmiðstöðar fyrir alla. En þau krakkarnir fíla sig ekki endilega þar. Þú ekki að taka af skarið að mæta því þetta líka svolítið stórt skref. Ég ætla að fara að mæta hennar með öllum árganginu mínum sem eru bara svolítið mörg. Sum þeirra hafi verið stríða mér, hvernig verður þetta, verður mér tekið almennilega þar, hvernig tekur starfsfólki á móti mér, þetta svolítið stór biti. En að fara hana aðeins á hlutlausari stað, ekki innan skólans, ekki með skólafélunum, það bara ókunnir krakkar. En þú veist að þau hafa upplifað kannski svipaðar hluti eða reikna með því. Starfsfólk sem vant því að vinna með þann hóp, þessa jaðarkrakka, þeim sem þeim megin, sko. Og þetta þú veist, jaðarhópar alls konar, en jaðarhópar svona hvað varðar félagslega einangrun. Vant því að mæta því og ná þeim inn í það að gera hlutina en líka verða það að þau vilja stundum bara aðeins fá að taka sinn tíma í þetta og þannig að dásanlega að það sé til eitthvað sem að passa fyrir, eða sem að á að vera fyrir alla og allir séu velkomnir en það bara ekki nóg það þarf líka hitt og eins og ég sagði á hann dásanlegt og við fögnum því þegar þau taka þetta skref að mæta svo í félagsmiðstöðar. Þá hefur við gert eitthvað rétt. Þá eru þau farin þangað sem þau eiga að vilja vera. Hvað þetta stórir hópar? Þetta missamt eftir aldri? Já, þessi 13-16 ára hópar, það vera miða við að þau séu svona 8 í hóp með 3 starfsmenn. Þannig að þetta ekki mjög stór hópur. Eldri hópurinn 16 ára pluss, hann hefur verið aðeins stærri og við erum 4 starfsmenn að byrja þannig að það voru 2, þessi hópu kallast Úlingabrú og það var þetta er svona brúin frá smiðjunum og yfir í fullorðinsárin svolítið. Þar voru 2 smiðjur, 2 brýr, önnur í Tröð og hinn í Stíg en við ákveðum fyrir nokkrum árum að samina. Við sáum bara fram á að það væri skynsamlegra að krakkarnir fengi svona stærri hóp til þess að samsama með sig með. Þegar þau eru komin á þennan aldur og það tölvört meiri þroski sem hefur átt sér stað þarna og það hefur bara reynst rosalega vel. Þannig þá saminuðum við þessu 2 hópa og eru þá 4 starfsmenn í staðin fyrir 2 í hvorum stað og þar hafa þau verið alveg frá 12 og upp í 27 sko í þeim hópi og hefur bara gengið að mínum að þetta rosalega vel. Það fyrir þetta. Já. Ekki eins og sé tómt hús hjá okkur. Bara langt frá því að vera tómt hús. Og það rauninu verið að þjónusta miklu stærri hóp núna heldur en áður fyrr. Það sem þetta voru þá 4 sinnum 8, 32 krakkar á ári. Núna verið að gera þetta 4 sinnum 8 eins og pluss Úlingabrúin. Alltaf sama budgeti samt sem aður.
Þannig að það er mitt og þá vera þjónusta í rauninni 20 fleiri en heldur náður en fjármagnið hefur ekki aukist sko. Og sko ég velti fyrir mér 63 milljónir á ári, það hljómar ekki mikið miðað við starfi sem verið að gera þó að ef að borgin sparar 63 milljónir á næsta ári að þá spurningin hvað kannski kemur í staðin ef að þessar unglingasmiðjur eru ekki til staðar. Hvað þetta mun bara kosta samfélagi meira? Það er náttúrulega það sem ég óttast helst að þetta í rauninni muni skaða samfélagið meira. Ekki fjárhagslega, þú veist, mér skilt sem með það en maður þarf samt að tala í tölum af því það er það sem að fólk skilur en það, ég myndi var aðeins að grúska, ég var aðeins að renna yfir rannsóknina mína svona í undirbúningi fyrir þetta og þar ræki augun í staðreind sem að og skýrslu sem að hafi verið gerð fyrir nokkrum árum síðan og þar kemur fram sko að forvarnagildið með starfsemi þessara smiðja er með því betra sem að gerist sem að sé tekið með að fjöldan notenda, kostnaði og afdrifi mólingana. Og í þessari sömu skýrslu þá kemur fram líka að til þess að borga rekstur ár hvert, þessar 63 milljónir, að þá þurfum við í rauninni bara að koma í veg fyrir vistun 2 einstaklinga á meðferðarheimili. Þannig að af þessum 50 krökkum sem við erum að þjónusta á ári að þá þurfum við engang að koma í veg fyrir vistun 2 þeirra á meðferðarheimili. Og þannig erum við þá bara engang að tala þennan samanburð. Við erum ekki að tala samanburðin hvað myndi þessi hópur þurfa að gera ef ekki væri fyrir smiðjunar. Það eru sálfræðiviðtöl, það eru kvíðalyf, það eru forföll frá skóla, vinnu, brottföll frá skóla og vinnu. Þau talningum ef að þau upplifaði mikið þunglindi og sjálfskaða og sjálfsvík, talningum ef við færum þangað, þannig að bara óbætanlegu skaði sem er það því. En það er nefnilega alveg staðreind að krakkar sem að upplifa svona félagslega einangrun, þau eru í aukinni hættu fyrir alls konar leiðindum og þeirra á meðal er afbrotahegðun, vímuefnanotkun, þunglindi og sjálfsvík. Og ef við getum komið veg fyrir eitthvað, þó það sé ekki nefnilega bara eitt, þú veist að eitt barn fremji sjálfsvík eða að eitt barn fari út í afbrot og vímuefnaneyslu, þá finnst mér það bara hverjar krónu verði. Nákvæmlega. Og ég bara leyfi mér að fulla það að við komum í veg fyrir miklu meira en eitt slíkt, sko. Nákvæmlega. Ég sá þess að tölu 63 milljónir og hugsa ég smá bara býta nú við, svona með hildarekstur borgarinnar. Já, þá hlýtur þetta bara að vera svolítið klink, sko. Ég leyfi mér að segja það. Að því það sem þetta myndi kosta ef að krakkarnir færu út í hann eitthvað aðeins meira bull, að þá myndi það bara vera töluvert dýrara fyrir samfélagið, fyrir utan að það geti verið óbætanlegt. Þú varst með þarna einhverja tilvísanir sem ætti við heyra? Já, ég skal lesa nokkra tilvísanir. Hérna var ein sem að sagði, vá, ég er ekki sama manneskjan sko. Þegar ég fór hana inn, þá var ég örugglega komin mjög langt á leið með að vera þunglind. Mér leið ógeðslega illa. Ég talaði ekki við neinn, átti enga vini. Þegar ég labbaði út, þá var ég óbúslega leið yfir að þurfa að hætta, en hamingjusöm. Og ég hafði sjálfstraust og ég þorði að tala við fólk. Ég átti vini. Þetta var bara svart og hvítt. Frá því að ég labbaði inn og þar til ég kom út aftur. Eftir að hafa verið í unglingasmiðinu og fá sjálfstraust og trúa meira á það að ég eigi rétt, skilurðu, þá byrjaði ég að svara fyrir mig þegar mér var strítt. Ég þakka starfsfólkinu það. Ef það væri ekki fyrir þetta fólk sem var tilbúið að hjálpa okkur, þá veit ég ekki hvað. Mér finnst þetta svo magnað líka að geta einhvern veginn sagt þetta í orð og sjá þetta sjálf. Og þetta er svo frábæra sögur, sko, og ef maður halda áfram, það er með 2 tilvætnir í viðbót. Hérna var einn sem að sagði, ég elska hennan stað, sko, hann er bara bestur. Ég kom náttúrulega út úr því að vera lögð í einelti og út úr því að vera með vinahóp, skiluru. Ég fór að finna hvað ég get gert og að mér þykir vænt sjálfa mig. Ég lærði bara smám saman hvað lífið getur líka verið gott. Það var náttúrulega alltaf gaman hjá okkur og maður var alltaf að læra eitthvað nýtt sjálfan sig og líka bara að vera með þessa vini, að eiga góða vini, trausta vini. Það hjálpaði mjög mikið. Svo var einn sem að mér finnst svo dásanlegt og ég nefndi ritgerðina mína eftir þessari tilvittnina því mér finnst þetta náði mér algjörlega. Hann upplifði nefnilega
sjálfan sig sem nokkuð skona Harry Potter. Að því leiti að Harry Potter sem þetta var svona innfari. En svo komst hann að því að hann svona galdramanniska og eignast þessa vini. Hefði hann ekki komist að því að hann væri galdramanniska, þá hefði hann bara verið fastur eins og hann var, bara innfari. Ef ég hefði ekki haft þetta, úlingasmiðina, þá hefði ég ekki fengið sjálfstrausti til þess að tala við fólki sem ég talaði við í skólanum og ég held að það sé rosa munur. Maður gæti því í rauninni sagt að þetta sé eins og ég. Töfrakrafturinn hjá honum, Harry Potter sem þetta, voru galdrar, mínir voru sjálfsöryggi og sjálfstraust og það fekk ég í úlingasmiðinni. Þetta magnað. Þetta náttúrulega magnað. Og þetta alveg snerti svo dýpstu hjartarætur hjá manni, sko, að þau geti nú bara einhvern veginn, já. Þetta er mjög mikilvægt starf og ef eitthvað þá eigum við að vera að fjárfesta mitt í börnum svo maður noti það orða tiltækja, fjárfesta í börnum og fjárfesta í úlingum og skapa þennan grunn þannig að börnum, úlingum líði bara vel með að koma fram og finna svona dálítið svona hóp sem að þeim líður vel með og geta bara svona komið fram með það hver þau eru og fengi kannski dálítið að upplifa sig og fengi svona sjá einhvern veginn kynnast sér betur jafnvel og svona ná að opna einhvern veginn inn á bara tilfinningar sem kannski hafi ekki alveg verið að koma svona fram. Algjörlega og ég er algjörlega þeirra skoðina líka að þessi starf sem á fullan rétt að sér áfram og full þörf fyrir hana, það er líka þörf bara fyrir stærri hóp og mér finnst líka það eitt að vera að útvika þetta sko fara aldrei niður og þetta maður geta mætt krokkunum fyrr, 5. bekk, jável, að grípa inn í fyrr áður en þeim fyrir að líða þetta illa. Af því að, þú veist, að vera í mikilli félagslega einangrun til langs tíma getur haft svo gríðarlega áhrif. Reynum að grípa inn í áðurna til þess kemur. Og það gerum við þá með því að grípa þau fyrr og hjálpa þeim að takast á við, hjálpa þeim að bæta samskiptafærni sína og svoleiðis og jável bara ná þeim fyrir til þess að koma í veg fyrir að þau fara á þann stað að fór ekki út úr húsi og mæti ekki skólan og þetta sem að mörg okkar krökkum að gera, sko. Þau eru oft með skólafórðuna því þeim líður illa í þessu umhverfi. Mætum þau fyrr. Ekki strókið út. Ég heyri við getum talað um þetta örugglega í marga klukkutíma en er eitthvað svona sem þú vilt koma inn á lokum sem að við hefum ekki náð að fara inn á einhver svona? Sko, ég náttúrulega nei, kannski ekki. Eins og þú segir, við getum talað um þetta í allan dag. Þetta er alveg mitt mikið hjartansmál. En við erum svona sem kannski búin að fara yfir svona kjarnan í þessu. Þú veist, við getum alveg talað eins eitthvað hugmyndafræði eða svoleiðis. Þetta er ekki byggt á bara engu eða loftinu. Þú veist, þetta er alveg ákveðin hugmyndafræði á bakvið þetta allt saman. Þannig að ég vil líka leggja áherslu á það. Þetta er ekki bara eitthvað sem var búið til að því bara og einhvern veginn. Heldur það er alveg búið að leggja mikinn metnað og vinnu í það að gera þetta faglegt starf og það er svo mikil vitneskja og þekking sem myndi tapast við það að loka þessu niður, að loka þessu og það er ekkert svo bætt svo auðveldlega. Þú veist, hvað með eftir 5 ára að það verið heyrið, nei, við erum að sjá fram á að þetta var slæm hugmynd hjá okkur, kveikjum þetta upp aftur. Það þarf að byrja frá grunni. Það er ekkert gert svo auðveldlega. En núna eigum við þessa vitneskju, hún er til staðar, þessi þekkingarðana, starfsfólk með reynslu og það er ofboðslega dýrmætt og má ekki tapast. Af því eins og segi, þetta er alveg ákveðin hugmyndafræði og þekking sem að þessu liggur, sko. Við erum ekki búin að ræða þetta hér í þættinum okkar, við munum halda áfram með þetta og bara halda áfram að tala um þetta og einmitt þessar úlingasmiðjur mega ekki loka og en ég held við látum staðan um mig hér í bili og takk kærlega fyrir. Takk fyrir mig. Koma til okkar. Takk fyrir mig. Og þetta verða það loka orðin hér í þættinum okkar og við óskum ykkur gleðilegra jóla, gleðilegra hátíða og vonum að þið hafið það mjög gott yfir jólin og við ætlum að halda áfram að fjalla um þessi mál.